Skilaboðaskjóðan eftir Þorvald Þorsteinsson. Það var sólskin og blíða í ævintýraskóginum þar sem að öll ævintýrin gerast þegar að Dreitill skógardvergur kom að sækja dvergastuttbuxurnar til maddamömmu saumakonu. Hann var líka í sólskins skapi og sýndi henni nýju uppfinninguna, hans Skemils uppfinningadvergs. Sjáðu þessa skjóðu, hún lítur út eins og venjuleg nestiskjóða en Dreitill lækkaði róminn. Þetta skilaboðaskjóða. Núna þarf stóri dvergur ekki lengur að skamma mig fyrir að ruglast á orðunum og panta hjá þau nærbuxur í staðinn fyrir skotthúfur. Hann segir bara skjóðunni hvað okkur vantar, svo bindur hann bara vel fyrir og ég opna hana svo hérna hjá þér. Dreitill bisaði svolítið við hnútinn og skjóðunni, en leið og hann losnaði streymdi rödd stóra dvergs upp úr opið. Kæra Madda mamma, heyrðist úr skjóðunni. Ég ætla að panta hjá þér nokkra snýtiklúta fyrir hann Sníil njósna dverg, hann svo óttalega kvefaður, og 2 nýjar skotthúfur í staðinn fyrir þessar sem nautið át. Kærar þakkir, stóri dvergur nágrannið inn í ævintýraskóginum. Og nú skjóðan tóm, segir Dreitill stoltur og festi hana aftur við beltið sitt. Þetta aldeilis skemmtilegt, sagði Madda mamma og rétti Dreitli stuttbuxna bunkan. Segðu stóra dverg að ég ætla að reyna að hafa allt tilbúið á morgun. Hún horfði brosandi á eftir Dreitli þar sem hann kjagaði af stað. En skyndilega kvað við ógurlegur brestur í einu trénu. Dreitill fékk eitthvað þungt í hausinn. Húfan hans hvarf, Madda mamma veinaði og dvergastuttbuxurnar þeyttust í allar áttir. Putti! Madda mamma kom stikandi eftir skógarstígnum með rauða díla í kinnunum. Ertu gengin af göflunum, strákormur, að sparka Dreitill svona niður og óhringa nýju stuttbuxnasendinguna? Putti flýtti sig niður úr trénu. Elsku Madda mamma, ég var bara að reyna að leita að gullepli og töfrafuglum bara eins og prinsarnir í ævintýrunum og einmitt þegar ég sá einn fuglinn, töfrafugl, þá brotnaði greinin sem ég stóð á. Og hann slapp og ég ætlaði ekkert að sparka í hann Dreitill. Blessaður hafðu engar áhyggjur af þessu Putti draumaprins, sagði Dreitill og brölti á fætur. Hann tróð húfunni á hausinn á sér og var fljótur að tína allar stuttbuxurnar saman. Verra gat það verið. Mér datt fyrst í huga nátttröllið væri að banka í hausinn á mér, en svo mundi ég auðvitað að það getur ekki verið á ferli á meðan að sólin skín. Það yrði strax að steini ef það rækið nefið út úr ljóta hellinum sínum á svona fallegum degi, sagði Dreitill. Svo kvatt hann og trítlaði inn í ævintýraskóginn. Putti gat ekki hætt að hugsa það sem Dreitill hafði sagt nátttröllið. Þegar hann var búinn með kvöldmatinn sinn, sagði hann, Madda mamma, af hverju lendum við aldrei í neinum ævintýrum? Ég vil fá að berjast við vondu stjúpuna og setja steina í magan á úlfinum og leika á nornina eins og gert í ævintýrunum og ég ætla, og nú var Putti ógurlegur í framan, ég ætla að plata nátttröllið út í sólina svo það verði að steini. Nei, hættu nú Putti, sagði Madda mamma. Þú veist að okkur nægir alveg að lesa ævintýrin eða heyra þau. Raunveruleg ævintýri, þau geta bara verið hættuleg. En Putti heyrði ekki orð af því sem að Madda mamma sagði. Hann var byrjaður að gera mikilvæga áætlun í huganum. Áætlun ævintýri. Kvöldið sofnaði Putti ekki eins og hann var vanur. Hann þóttist bara vera sofandi þegar að Madda mamma kom til að kissa hann áður en hún slökkti á kertunum. Hann lá hreyfingarlaus í tungsljósinu og hlustaði. Þegar hann heyrði langdregin blísturs hljóð innan úr herbergi hennar Möddumömmu, vissi hann að hún var steinsofnuð og að nú væri óhætt að fara fram úr. Hann klæddi sig eins hljóðlega og hann gat. Svo tiplaði hann á tánum yfir að borðinu, teygði sig eftir ostbita og smeygði sér út úr húsinu. Út í náttmyrkrið og öll ævintýrin. Í skóginum var óttarlega dimmt. Trén urðu stór og drungaleg og sum þeirra voru meira að segja með krumlur sem ætluðu að hremma hann.
Putti var farin að efast að það væri eftirsóknarvert að lenda í ævintýrum og þegar hann fann að fæturnir voru orðnir þreyttir, þá langaði hann aftur heim til Maddamömmu, í hlýja og góða rúmið sitt. Hann ákvað að fara í ævintýraleitina bara seinna, þegar betur stæði á, en þegar hann sneri við, kannaðist hann ekkert við trén og stígana á milli þeirra. Hann var orðinn rammvilltur. Aumingja Putti. Það heyrðust svo skrítin hljóð allt í kringum hann og undarleg augu fylgdust með honum þar sem hann ráfaði í myrkrinu. Að lokum varð hann svo þreyttur að hann settist undir tré og nartaði í ostbitann sinn. Stuttu seinna var Putti steinsofnaður. Hann dreymdi að hann væri sterkur og hugrakkur prins sem frelsaði prinsessuna úr helli drekans. Hann bjargaði Rauðhettu og ömmunni frá úlfinum, Hans og Gretu frá norninni og Mjallhvíti frá vondu stjúpunni. Svo stökkt hann illþýðinu á flótta og góðu íbúarnir í ævintýraskóginum þurftu ekkert að óttast framar nema nátttröllið sem að ennþá heyrðist brölta í nóttinni. Putti varð að flýta sér upp í Tröllafjall og ljúka verkinu. Jói veifaði til hans úr baunagrasinu, einfætti tindátinn, kvaddi hann að hermannasið, konungurinn brosti vingjarnlega og prinsessan kyssti hann meira að segja á ennið að skilnaði. Og þarna voru líka Mjallhvít og nokkrir dvergar, Dreitill, Stóri dvergur, Skemill uppfinningadvergur og þarna var Sníill njósnadvergur líka. Hann var eitthvað að kalla til hans, en Putti heyrði ekki hvað hann var að segja. Þá hækkaði Sníill róminn. Gættu þín, Putti! Gættu þín á nátttröllinu! Og leið hnerraði hann óskaplega. Þá vaknaði Putti, en það var of seint. Nátttröllið gnæfði yfir honum og skelli hló. Ho, 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 ho. Nú tek ég þig með mér og loka þig inn í hellinu mínum. Svo breyti ég þér í brúðu dreng þegar sólin hverfur á bakvið sólarlags fjall og þá get ég leikið mér að þér í 1000 ár. Ho, ho, ho. Þú færð aldrei að sjá hana Maddamömmu aftur. Ho, ho, ho. Og nátttröllið læsti stóru krumlunni sinni utan Putta og skálmaði af stað upp í Tröllafjall. Þram, þram, það þurfti að hafa hraðan á því að sólarupprásin var alveg á næsta leiti. Nátttröllið gat ekki hugsað sér að verða strax að steini, ekki nema 2006 ára gamalt. Þram, þram. En inni í skóginum mátti heyra tifað á stuttum fótum í humáttina og eftir nátttröllinu og Putta. Og öðru hverju þá var einhver að hnerra í nóttinni og snýta sér í laufblöð. Þegar Maddamamma vaknaði morguninn og sá að rúmið hans Putta var tómt, varð hún hissa og hrædd. Eins og aðrar góðar mömmur fann hún á sér að Putti var einhver staðar að gráta og kalla á hana. Maddamamma, Maddamamma, var allt í einu hrópað og margir litlir hnefar hömuðust á útidyrahurðinni. Þarna voru dvergarnir komnir, móðir og másandi og töluðu hver í kapp við annan, en Sníill njósnadvergur saug upp í nefið. Dreitill var svo æstur að Maddamamma skildi ekki orða því sem hann sagði, en Skemill uppfinningadvergur og Stóri dvergur sögðu henni að Sníill hefði séð nátttröllið ræna Putta. Hann náði ekki að vekja Putta fyrr en allt var seinan, sagði Stóri dvergur, en hann gerði annað í staðinn. Hann hljóp á eftir tröllinu upp í Tröllafjall og hann heyrði orðalykilinn sem hann notaður til þess að opna hellinn. Og hver orðalykilinn? Spurði Maddamamma. Harka, parka, innskal arka, másaði Sníill njósnadvergur. Og við þurfum að flýta okkur að opna hellinn. Því nátttröllið það ætlar að breyta Putta í tröllabrúðu þegar sólin sest í kvöld. Svo hnerraði hann. Maddamamma tók viðbragð. Við megum engan tíma missa. Náið þið strax í hina dvergana. Við förum upp í Tröllafjall og við frelsum Putta. Það tók sem betur fyrir ekki langan tíma að safna dvergunum saman og áður en sólin var yfir hádegisfjalli var dvergahópurinn kominn upp að hellinum með Maddamömmu í broddi fylkingar.
Orðalykillinn, harka, parka, innskal, arka, söng í klettaveggjónum. En ekkert gerðist. Þau reyndu aftur og dvergarnir æptu eins hátt og dvergalungun lifðu. En ekki opnaðist hellirinn. Þetta gengur ekki, sagði Matta-mamma. Við getum ekki einu sinni opnað músarholu með þessu tísti. Hún hugsaði sig um. Nátttröllið með svo miklu sterkari rödd en við öll til samans og hellirinn hann opnast ekki fyrir að orðin hljóma með tröllastyrk. Eina ráðið að safna öllum íbúin skógarins saman. Þá verðum við kannski nógu kraftmikil til að geta bjargað Putta. En ævintýraskógurinn stór og það tók Matta-mömmu og dvergana langan tíma að hafa upp á skógardýrunum, fuglunum, rauðhettu, mjallhvíti, veiðimanninum, prinsessunni og öllum hinum. Sólin var yfir síðdegisfjalli þegar búið var að safna öllum íbúum skógarins saman, eða næstum því öllum. Enginn hafði beðið nornina, úlfinn og stjúpuna að koma og vera með. Þau voru vond og þau vildu áreiðanlega ekki bjarga litlum strák. Harka, parka, innskal, arka, bergmálaði nú í fjallinu og langt út yfir allan ævintýraskóginn. Allir rópuðu eins hátt eins og þeir mögulega gátu, en hellirinn, hann opnaðist ekki. Hvað eigum við að gera, hvíslaði Dreitill að Matta-mömmu. Það út aumingja Putta. Vitleysa, sagði Matta-mamma. Okkur vantar bara stjúpuna, úlfinn og nornina í hópinn. Þá opnast hellirinn. En þau vilja ekkert koma, sagði Dreitill. Vertu ekki viss, sagði Matta-mamma. Drífum okkur niður að vondakastala og byggjum þau að hjálpa okkur. Það okkar síðasta von. Og þau stormuðu niður í Tröllafjallið í kapp við sólina sem seig niður og neðar á himinin. Á meðan grét Putti sáran og sárar í hellinum hjá nátttröllinu sem nú var farið að bylta sér og farið að búa sig undir að vakna. Það var verið að malla kvöldmatinn í vondakastala og matarþefurinn lagði á móti þeim þegar þau nálguðust. Matta-mamma lamdi 3 þung högg á eikarhurðina. Innan úr kastalanum heyrðist hringl í lyklakipu og skrölt í keðju og loksins langdregið vein í hjörum þegar dyrnar opnuðust. Það var ekki laust við að sumir í hópnum hörfuðu lítið eitt þegar að nornin, úlfurinn og stjúpan birtust í öllu sínu veldi. Hvað gengur eiginlega á? Urraði nornin. Matta-mamma lét sér hvergi bregða. Við komin hingað til þess að fá ykkur til þess að hjálpa okkur að bjarga Putta úr klóm nátttröllsins. Ef þið viljið nú vera svo væn og góð að koma með okkur upp að hellinum fyrir sólarlag og öskra harka, parka, innskal, arka, þá opnast hellirinn og tröllið verður að steini og Putti minn, hann bjargast. Heyr á endemi, hvæsti stjúpan og úlfurinn hló kuldalega. Hefurðu aldrei lesið ævintýri? Hneggjaði nornin. Veist ekki að þau eru handónýt ef að við færum að taka upp á því að gera góðverk? Matta-mamma vissi ekki hvaðan á hana stóð veðrið. Þú verður að horfast í augu við raunveruleikan, Matta-mamma. Þú færð enga hjálp frá okkur og þú sér Putta aldrei aftur. Ævintýrareglur eru ævintýrareglur og snáaði svo í burtu svo við getum étið kvöldmatinn. Vestlings Matta-mamma varð nú í fyrsta skipti alveg orðulaus og tárin byrjuðu að trítla niður kinnarnar á henni. Hún skildi að öllu var lokið. Putti yrði að tröllabrúðu eftir fáein augnablik. En þá laust skyndilega niður í Dreitill, bestu hugmynd sem hann hafði fengið á allri sinni hugmyndaríku ævi. Hann sagði við með dvergastriðinni í röddinni. Þið neitið bara að koma af því að þið getið ekki kalla jafn hátt og við hin og þið getið heldur ekki lært utan að jafn flókna setningu og harka, parka, innskal, arka. Þetta var meiri dvergadónaskapur en nornin, úlfurinn og stjúpan gátu þolað.
Það varð að sýna þessu kríli hver gæti hvað í þessum skógi. Þau öskruðu svo óskaplega að laufin þyrluðust af trjánum. Harka, parka, inn skal arka. En á sama augnabliki opnaði Dreitill skilaboðaskjóðuna góðu, safnaði öskrinu í hana og batt kyrfilega fyrir. Og áður en að nornin, úlfurinn og stjúpan vissu af, var hópurinn allur horfinn upp í Tröllafjall og það var ekki sálu að sjá fyrir utan vondakastala. Hópurinn var fljótur upp að hellinum. Dreitill, þú verður fremstur með skilaboðaskjóðuna, sagði Maddamamma, og þegar ég gef merki, hleypirðu öskrinu út. En hvað svo? Hvað svo? Dreitill gat ekki leynt því hvað hann var skjálfraddaður. Þegar hellirinn opnast, kallaði Maddamamma, verður þú að egna tröllið út í dagsljósið. Svo hleypurðu bara í burtu. Dreitill missti næstum því húfuna sína, hann skalf svo mikið. Allt var tilbúið og það mátti ekki seinna vera, því að sólin var alveg að hverfa á bakvið Sólarlagsfjall. Maddamamma byrjaði að telja, en Dreitill réðist á hnútinn á skilaboðaskjóðunni. Einn, hvað við í Maddamömmu, en óttalega hafði Dreitill bundið skjóðuna fast aftur. Hnúturinn vildi ekki losna. Tveir! Æ, nú varð Dreitill svolítið smeykur. Opnastu skjóða, opnastu, hvíslaði hann. Þrír, hvein í Maddamömmu og leið opnaðist skjóðan. Hljóðin úr norninni, úlfinum og stjúpunni streymdu út. Skógarbúarnir öskruðu allir í einum kór og krafturinn var svo tröllslegur að fjallið nötraði. Harka, parka, inn skal arka. Og vitimenn með brauki og bramli byrjaði klettaveggurinn að mjakast til hliðar og hellirinn blasti við, dimmur og drungalegur. Þar inni var nátttröllið og það teygði sig í áttina að putta þar sem hann þrýsti sér upp að hellisveggnum. Dreitill hafði aldrei verið jafn hræddur. Hann skust samt að hellisopinu og kallaði til tröllsins það fyrsta sem honum datt í hug. Hí, þú þarna, þú nærð mér aldrei litli stubbur. Nátttröllið kipptist við af bræði og kom nú æðandi út. Ógn og skelfing, allir flýðu eins og fætur toguðu, nema Maddamamma. Hún var svo reið við nátttröllið að hún var sko ákveðin í því að berjast við það með berum höndum ef hún þyrfti. En síðustu sólargeislarnir náðu að skína á nátttröllið rétt áður en það greip Maddamömmu og hlung. Það varð að steini. Þvílík heppni. Putti kom hlaupandi út úr hellinum og flaug upp hálsinn á Maddamömmu þar sem hún stóð og breiddi faðminn sinn stóra út á móti honum. Elsku Maddamamma, sagði hann, svo fór hann að skæla. Putti minn, elsku Putti minn. Maddamamma þrýsti stráknum að sér. Nú vorum við sko heppin að eiga góða vini. Já, og skilaboðaskjóðuna hans Dreitills. Annars værir þú orðin að tröllabrúðu og ég hefði aldrei fengið að sjá uppáhaldsævintýra hetjuna mína aftur. Svo hélt öll hersingin niður Tröllafjall. Dreitill valhoppaði á eftir Maddamömmu og Putti með skilaboðaskjóðuna tóma í buxnastrengnum. Sníill njósnadvergur var skammt undan og sagði narr kertur frá næturævintýri sínu milli þess sem hann snýtti sér í nýja vasaklúta sem að Maddamamma gaukaði að honum. Allir íbúar ævintýraskógarins voru í besta skapi og hamingjusamir yfir því að hafa lagt sitt að mörkum til að bjarga Putta frá þessu herfilega nátttrölli. Já, allir nema stjúpan, úlfurinn og nornin. Þau voru bara önnum kafin við að rífa í sig kvöldmatinn og höfðu ekki hugmynd sinn þátt í þessu ævintýri. Og strax þetta sama kvöld sögðu Dreitill, Maddamamma og Putti alla söguna í skilaboðaskjóðuna, bundu vandlega fyrir með dvergahnút og svo földu þeir hana í skóginum. Löngu síðar urðu dularfullir atburðir til þess að skjóðan hvarf úr felustæðinum og barst eftir langt ferðalag
í mínar hendur og nú er ég búin að leysa frá skjóðunni.